Það hefur lengi tíðkast á Íslandi að senda börn úr þéttbýli í sveit yfir sumartímann, en þetta var þó miklu algengara hér áður fyrr. Margir voru sendir til ættingja og vina, en aðrir fóru á heimili þar sem foreldrarnir þekktu ekki til. Flestir þekkja einhvern sem var í sveit í æsku og margir minnast sveitadvalar sinnar með ánægju og stolti. Barnaverndaryfirvöld bjóða sveitadvöl sem úrræði fyrir skjólstæðinga sína sem hafa ólíkar þarfir. En það er eitthvað við sveitina sem græðir og líknar. Við tókum þá ákvörðun þegar við fluttum hingað fyrir 16 árum. Vorum þú reynda búin að reka jörðina hérna í fjarstýra því í 2 ár. Þá hættum við, reyndar ekki alveg strax, en upp úr því okkar vinnu á Sauðárkróki. Ég vann þar við kennslu og Jóhannes sem ráðunautur að skapa okkur nýjan starfsvettvang en nota mína uppeldismenntun og umhverfið hérna til þess að bjóða börnum að koma hingað. Og við höfum síðan rekið fósturheimili hér með 3 börn að staðaldri í fóstri. Ég er sjálfur hérðan og uppalinn hérna og kemur úr stóri fjölskyldu. Þannig að maður er svona vanur börnum og þannig að mér fannst þetta ósköp einfalt mál. En þetta er náttúrulega vinna og ýmislegt sem maður þarf að takast á við. En ég held að maður var bara mjög bláeygður og bara þetta var raunverulega grundvöllur fyrir því að við gætum flutt og gert eitthvað og byggt upp raunverulega bæinn hérna eftir okkar höfði. Þannig að ef þú vilt skipta umhverfið og þá verður þú bara að skapa þín einn tækifæri og nota þau úrræði og menntun sem maður hefur. Þetta er náttúrulega bara, þú veist, þau störf sem við tökumst á sem foreldrar, sem fósturforeldrar og sem umönnunar aðilar dýranna hérna, þú veist, þetta er allt einhvern veginn sem blandast saman. En þú veist, þetta er mjög stór hluti af okkar daglegu vinnu, það er að annast þessi börn. Við erum bara foreldrar með stórum stað og með gríðarlega stóra fjölskyldu. Það er ekki bara börnin okkar og fósturbörnin heldur eru yfirleitt alltaf einhverjir í vinnu. Þannig að ég er föst á bakvið eldavélina í orðsins fyllstu merkingu. Getið þið lýst því aðeins fyrir mér bara með ykkur orðum hvað það er að vera fósturforeldri í sveit? Þú verður alltaf bara að takast á við allt það sem þú þarft að takast á sem foreldri. Þú þarft að vita það að þú þarft að setja þig í spor barnanna, að fara að heiman frá sig, vera rifin upp úr sínu umhverfi og settur í nýtt umhverfi, nýja fjölskyldu, nýja skóla. Þetta er mjög erfitt og það er mjög erfitt fyrir oft kynforeldra að láta barnið frá sér. Þannig að maður þarf að setja sig í spor allra, reyna að þú veist, hafa alltaf í huga að þetta sé góð upplifun fyrir barnið. Yfirleitt öll börn sem við höfum haft í fóstri hafa verið með samþykki kynforeldra, en það er náttúrulega ekki alltaf þannig sem fóstur á sér stað. Oft þarf að taka börn úr aðstæðum án þess að kynforeldrar samþykki það, en við höfum ekki viljað fara í þær aðstæður. Það sem er fyrstu atriðið eins og samfélagið allt er miklu minna. Skólarnir eru litlir og þú nær til barnanna á þeim eigin forsendum og til dæmis í sveitinni að þú verður að finna til dæmis tengslin við dýri. Þau börn sem að raun og veru hafa tendens fyrir að hafa gaman að dýrum, það er mjög gott að hafa það. Þannig að það getur þá eignast sína vini í dýrunum og þá er það öll önnur meðferð úr mjög einföld. Þannig að í þeim tilfellum þar sem það virkar, þá er þetta mjög einfalt. Og síðan í svona litlum samfélagi sem við búum bara hérna, þá er hver og einn einstaklingur bara tekinn á sínum eigin forsendum. Tekinn sem slíkur og fær raun og veru bara að njóta sem slíkur og við verðum náttúrulega að finna þeirra styrkleika og reyna að upphefja þá sem mest. Og oft getur það verið mjög gott bara fyrir þá sem eru sem brotnir svolítið félagslega. Sumir eru fyrir hunda, aðrir fyrir ketti. Sumir eru fyrir stærri dýr eins og naut eða annað, aðrir fyrir geitur eða kindur og sumir hafa bara gamla vélum. Þannig að það er yfirleitt alltaf eitthvað sem heillar
og þá kannski finnur þinn seinna á lífsleiðinni kannski þinn feril. Þannig að það getur verið góðlega gott að geta haft einhvern vin til að spjalla við og það það sem sveitin getur gefið í þessu. Hver finnur bara sinn sálufélaga í dýrunum og hvað hendar. Við erum með dýragarð hérna lítinn og þá erum mikið af þessum litlu dýrum til að láta börnin sjá svolítið Og þú veist, maður bara finnur það sjálfur að þú verður einhvern veginn í annað tempó þegar þú ert að umgangast og hugsa dýr. Og það þessi ábyrgð sem er mjög mikilvægt að börnin finni og skilji að þau eru mikilvæg. Þau eru með líf þessara skepna í höndunum og það er engin annar sem gefur þeim en maðurinn. Þannig að þá skilja þau svona kannski mikilvægi þess að vera manneskja og bera sína ábyrgð og sjá aðra. Oft þurfa börnin að fara burt frá áreitunum og eins og Jón segir að þú veist að þú get ekki gleymst einhvers staðar, hvort sem það er í skólakerfinu eða heima hjá sér. Að þau séu bara, þú veist, þau komast upp með það að mæti ekki í skóla og svo framvegis. Hér er það ekkert í boði. Allt umhverfið er svo einfalt og áreitin svo fá. Og auðvelt að sjá þeirra sterku hliðar og reyna að draga þær fram. Oft hafa þau gjörsamlega glatað sjálfstrausti í sambandi við nám. Og halda þau séu einskis nýtin, þetta getur verið mjög hæfileikalíkir einstaklingar sem getur náð mjög langt í lífinu seinna meir. Og upplifið ykkur ekki eins og þið sé að færa einhverja gríðarlega fórnir á hverjum degi? Nei, alls ekki. Nei. Í fyrsta lagi það svo mikið forréttindi að fá að eiga sitt eigið fjall og sinn eigin læk. Það er náttúrulega í fyrsta lagi. Og þú veist að vera sinn eigin herra, að þurfa ekki eins og segja að mæta í vinnu klukkan 9. Og þú veist að byggja upp sitt eigið og að fá að annast fullt af fólki, það er náttúrulega bara algjör bónus, þannig að þú veist, mér finnst þetta alveg frábært. Þetta svona ýmislegt sem maður þarf að takast á við, en þetta er bara eins og einu verkefni sem maður gerir og mér finnst þetta ekkert, sjálfins er ekkert voðalega erfitt eða flókið. Sjáu þið fram á að halda áfram að taka til ykkar börn í fóstur? Ég geri það, já. Við höfum stundum velt þessu fyrir okkur af því að sérstaklega eftir að ferðaþjónustan kom inn. En ég held að við munum halda þessu áfram. Ég held að við séum bara einhvern veginn, það sé okkar bara destiny. Á Landbúnaðarsafnið á Hvanneyri koma margir forvitnir gestir en í kringum myndirnar og vélarnar sem þar er að finna rifjast hjá mörgum upp minningar úr sveitinni. Ég var við það að mörgum gestum sem koma hérna í safnið, þéttbýlisbúar á efri árum og út úr þeim stendur frásögnin það þegar þeir voru í sveit, hversu eftirminnilegt þetta hafði verið. Að hluta það fyrir það að þeir fengu þar að glíma við tæki og tól sem voru framandi og þeim að trúa fyrir verkum sem voru meiri heldur en þeim að trúa fyrir í annan tíma. En líka það frjálsræði, líka þessi umgengni við dýr og náttúru sem að þar gerði þeim mögulegt að fá útrás fyrir þessa umönnunar þörf og það er svo margt í okkur sem að kallar fram þörfina fyrir að hlúa að einhverju og annast eitthvað. Og ófá eru dæmin það að börn og unglingar sem hafa átt erfitt í þéttbýli hafa fundið útrás og fengið svölun þarfa sinna í umgengni við dýr, verið í sveit. Af hverju ætli hafi verið? Jú, það var því að þeir kannski fengu þar verkefni til þess að vinna að, þeir fengu útrás og viðnám fyrir krafta sína. En líka þessa kennd sem við höfum svo mörg og flest held ég að vilja annast eitthvað. Og sjá eitthvað vaxa, sjá eitthvað gerast, að störf okkar hafi tilgang. Það hafi til dæmis tilgang fyrir okkur ef við erum sem vistforeldri og þarna farið með barnahópinn eða börnin út í hænsnahús til þess að gefa hænsnálum sem síðan skila eggjum. Það er skyndilega farið að sjá að það sem þau eru að gera, það hefur tilgang. Það er partur af einhverju sem er þarft og skila einhverju. Verkaskipting milli karla og kvenna og kannski ekki síst barna í sveitinni, geturðu rætt hana aðeins í gegnum tíðina? Já, ég skal nú viðurkenna það að þarna er trúlega
mikinn mismun að ræða bæði á milli tíma og milli sveita og milli bæja. En í rauninni erum við vaksin upp við það að hlutverkaskiptingin afskaplega fastmótuð. Hlutverk konunnar var mjólkin og mjólkurvinnslan, og það kannski rétt af því að það nú oft sagt að hafi lítið farið fyrir konum í landbúnaði, þá það nú kannski ekki reynt lítið vegna þess að mjólkin var megin undirstaða fæðu okkar. Og það að vinna hana og yfir höfuð að vinna úr afurðum var mjög víða megin hlutverk kvenna. Börn eru vitanlega sett til verka mjög snemma, til dæmis eins og bara til sláttar. Þá þorri barna, sérstaklega drengja, farnir að slá með orfi og ljá 10-12 ára gamlir. En það einn þáttur sem að ég held að sé stundum vanmetinn og ein af ástæðunum fyrir því að þykir oft lítið hafa farið fyrir hlut kvenna í landbúnaði. Og það hreinlega það sem gerist við eldhúsborðið eða þar sem að fjölskyldan kom saman. Ég hef grun að þó að hafi ekki víða borið á því, þá það oft á tíðum verið konan sem þar hafi í rauninni stjórnað rekstrinu.